Gott að sjá ykkur í dag. Gott að sjá fólk koma alla leið frá Svíþjóð. Welcome all the way from Sweden. Stefán og Solrún. Stefán and Solrún. Gaman að hafa ykkur með í dag. Having with us today. Thanks to be in this church before the move to Sweden. Og bara öll hjartanlega velkomin ef þið hafið ekki verið hérna áður. Hjartanlega velkomin. Ég, bara þegar ég kom hérna upp þá minnist ég orða hérna eins vina mín sem var 12 ára þá. When I come to the pulpit, I remember words of a friend who was 12 years old at the time. Hann sagði, Kristinn, He said, Kristinn, ertu frelsaður? are you saved? Og ég var sennilega svona, já, nei, við höfum verið 9 eða 10 ára gamlir. Now we must have been maybe 9 Já. or 10, both of us. Og hann segi við mig, Kristinn, það er gott að vera frelsaður. And he said, Kristinn, it's so good to be saved. Og þetta var í Vestmannaeyjum, sennilega, já, árunum, hvað? Þennan var ég 9 ára. 60. 1700 and no. Það er erfitt að muna stundum. Hard to En remember. eins og hann sagði hann, Óðinn, að þá ætlum við að hafa svona þema fyrir þennan mánuð. But as Odin said, we're going to have a theme for this Og month. það byggir á söngnum viltu vera með í Guðs ríki. And it's, would you like to participate in the kingdom of God? Amen. Það þarf að túlka bara svona. It's built on a song. Nei, erst þú ekki tólka? Hvað er ég að túlka? Hvað er græjan? Ég kann ekki græjan eins og þú væri með. Við erum með túlkunar græjur svona. Já, ég bara fann það ekki, þannig ég... Þetta er bara fínt. Sorry. Ekki I máli. take my leave. Það er ritning hérna í Efesusbréfinu sem ég langar að hafa svona inn og út. Og hún segir í Efesusbréfinu 4:16. Your headphone? Do you have a headphone? Alltaf headphone. Hann Headset. segir takmarkað aðeins. Og það? Hann er með sér. Já. English better than Icelandic. Við höfum svo margt fólk frá ýmsum þjóðernum sem kemur hérna. Og ég þarf að gifta fólk núna bráðum og ég veit ekki hvernig ég á að fara að því. Það eru Kúrdar og einhvern veginn þurfum við að koma inn með skilning hvað er að gerast. Já, kannski gruna þau hvað ég er að segja. En það er bara spurning hvort þú segja já á réttum stað. En hérna er talað líkama. Og það segir að hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taugina sína þjónusta hendi. Þetta er Efesusbréfið 4:16. Hann tengir líkamann saman og lætur sérhverja taugina sína þjónusta hendi allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika. Rómverjabréfið 12:5, og lesa það líka. Rómverjabréfið 12:5. Þar segir, já við skulum lesa 4 og 5. Við höfum á einum líkama marga limi en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við þótt margir séu einn líkami í Kristi en hver sig annars limir. En hver sig annars limir. Og ég las eina ritningu í vikunni, ég fann hann ekki í morgun, að við störfum eða við búum í friði saman í einum líkama. Og það getur stundum verið erfitt. En það sem myndin sem við erum að draga hérna upp er að kirkjan er líkami. Myndin af kirkjunni er líkami. Og að þeir sem tilheyra kirkjunni,
þeir eru hluti af einum líkama. Þannig að hvort sem þeir líka betur eða verr, að þá hafa þeir verið settir á þennan líkama. Kristur er höfuðið, við erum líkaminn. Og svo er að tala að þegar að sérhver tauginni sína þjónustu hendi, bara eftir þeim krafti sem henni er úthlutað, að þá vex líkaminn. Og ég ætla bara að leggja þetta hérna inn, en yfirskriftin er: viltu vera með í Guðs ríki? Og það var glæra sem ég ætla að fá hérna upp. Ég held hún sé þarna. Er hún ekki? Þarna? Já. Viltu vera með í Guðs ríki? Ertu þátttakandi í Guðs ríki? Og ef þú flettir niður, að þá er þar svona játning sem að ég ætla að biðja ykkur að, ef þið trúið þessu, þá megið þið segja þetta með mér: ég er ekki hér fyrir tilviljun. Þetta er mín fjölskylda og Guð hefur tilgang fyrir mig að breiða út hans ríki. Ég er ekki hér fyrir tilviljun. Þetta er mín fjölskylda og Guð hefur tilgang fyrir mig að breiða út hans ríki. Og við höfum þessa bæn, það biðja allir þessa bæn: Faðir vor, þú sem ert á himni, tilkomið þitt ríki. Það var maður og það var þjóð sem bað einu sinni þessa bæn fyrir mörgum þúsundum ára. Og ástæðan fyrir því að þeir báðu þessa bæn var sú að þeir voru mjög þjakaðir, þeir voru herleit þjóð. Og þeir sem sagt bjuggu inn á annarri þjóð og þessi þjóð, hún þjakaði þá. Og við lesum í annarri Mósebók þjóðina Ísrael að hún andvarpaði undan ánauð Egypta og að þeir bara hrópuðu: Drottinn, hjálpað okkur, komið þitt ríki Drottinn, hjálpað okkur, leiddu okkur héðan út. Við viljum vera í þínu ríki. Þetta stendur ekki akkurat svona, þetta eru mínar hugsanir. Þeir andvörpuðu til Drottins, en svo segir, það merkilega gerðist að þegar þeir báðu: komið þitt ríki, að þá lesum við í annarri Mósebók 3. kafla og 8. vers að Guð, hann bara hreinlega kom og hann bara kom niður og hann byrjaði að gera eitthvað í málunum. Og þið vitið það að Guð, hann er stjórnandi. Hann er að Guð byrjaði að skipa fyrir og Guð byrjaði að taka menn út vegna þess að nú vildi hann að hans ríki kæmi, það hefði verið kallað eftir því og nú var hann kominn og hann segir við Móse: ég ætla að senda þig til Faraós. Ég er kominn og ég ætla að leiða þjóð mína út, hún hefur hrópað til mín, og Móse, þú ferð til Faraós. Móse, hann hafði örugglega líka beðið: komið þitt ríki, en nú var það að Móse, hann hafði einu sinni verið svona, guðsmaður áður og hafði verið í kirkju þarna einhver staðar, eða ef við getum sagt það, kannski ekki í kirkju. En hann hafði einu sinni ætlað að þjóna Guði og þá var það ægilega spennandi vegna þess að þá var hann svona nýr í trúnni og við lesum það í Postulasögunni og ég bara endursegi nokkra ritningarstaði og þá hafði Móse trúðan því að Guð ætlaði að nota hann til að leiða Ísraelsmenn og hann fór og ætlaði að stilla til friðar, en það var til þess að hann drap mann. Og þess vegna flýði Móse út í eyðimörkina og var í eyðimörkinu í 40 ár. Og síðan er það að faróarnir, þeir byrja að þjaka Ísraels þjóðina og nú er það að Guð er kominn og Guð, hann kallar á þennan Móse sem hafði verið svo ákafur á þjónunum einu sinni og segir: Móse, ég þarf að nota þig núna. Og var Móse ekki glaður? Guð almáttugur kominn. Hann var búinn að segja: komið þitt ríki, Faðir vor, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji. Nei, það var svo skrítið að Móse, hann var svona tregur til. Og þeir ræðast við stund og svo endar það með því að Móse segir: Guð, hann segir: ég get ekki talað, ég stama. Og Guð segir við hann: heyrðu Móse, hver er það sem gefur manninum málið?
ég get lagað fyrir þig sem sagt stamið og allt þetta. Æ, Guð, senda einhvern annan. Og þá er það að Guð, hann verður bara reiður. Og hann segir, jæja, þá er það Aron bróðinn, við notum hann, og en þú átt að vera sem Guð fyrir hann. Hann getur talað fyrir þig, en þú átt að vera Guð fyrir hann. Og þar við satt, Guð var kominn á staðinn, og Guð, hann ætlaði að virkilega stoppsetja sitt ríki. Hann ætlaði að taka Ísraelsmenn, fara með þá frá Egyptalandi inn í fyrirheitna landi, Kanansland sem flaut í mjólk og hunangi, landið sem Guð hafði fyrirbúið þeim. Og við erum að tala viltu vera með í Guðs ríki? Viltu vera með í Guðs ríki? Amen. Þá skaltu vera viðbúin því að Guð tali til þín og segi þér að gera eitthvað óþægilegt. Eitthvað sem að þú kannski vilt ekki gera. Þetta var nákvæmlega það sem kom fyrir Móse, að Guð, hann bað hann að fara og gera eitthvað sem var óþægilegt. Sumir eru að gera eitthvað sem er óþægilegt í dag. Þeir fara á banka á dyr í húsum og spyrja, má ég biðja fyrir þér? Má ég segja þér frá Jesú? Og þannig að ef við viljum að Guðs ríki komi, þá verðum við að vera tilbúin að hlýða Guði. Og það er svo oft sem að við kannski, já, við biðjum Guð, komi ríkið þitt, verði vilji þinn, en svo segjum við alveg svo Móse, Guð, en notaðu samt einhvern annan. Ég er með fyrirtæki, ég hef nóg að gera, þú getur notað hann Kitta þarna og Óðinn, þeir geta bara reddað þessu, en endilega komið þitt ríki og verði þinn vilji, en bara notað einhvern annan. En þess vegna er yfirskriftin okkar fyrir þennan mánuð, viltu vera með í Guðs ríki? Ætlar þú að vera þáttakandi líka? Guð getur notað þig, og það yndislega við þetta er að Guð, hann biður þig aldrei meira heldur en að þú getur gert. Guð, það segir ritningi sem ég las, eftir þeim krafti sem hann hefur úthlutað þér. Amen. Þannig að við skulum aðeins skoða þetta áfram að, já, með þess að Páll, hann segir á einu stað, við verðum að ganga inn í Guðs ríki í gegnum margar þrengingar. Þá kemur aftur spurningin, viljum við vera með? Þetta var hérna, þegar heilagur andi féll á hvítasunnudag, þá sáum við að það byrjuðu strax ofsóknir. Þeir voru settir í fangelsi og einn þeirra var meira að segja hálshöggvinn, og Pétur var í fangelsi og enginn drottins kom og leiddi hann út, en það voru ofsóknir. Og það kostaði þá að vera með í Guðs ríki. Þeir eru að taka ákvörðun, þessir hérna, já, gyðingar þá, þeir voru bara alveg vittlausir yfir því að menn væri að trúa á þennan Jesú, og það voru fleiri, og það voru ofsóknir, og ef við lesum postulasöguna, þá sjáum við að það voru gyðinglegar ofsóknir gegn kristnum. Og þetta er svolítið nýtt fyrir mig að lesa, ég las þetta svona í nýju ljósi, og ég ætla kannski ekki að tala um það í dag, en síðan í gegnum tíðina þá hafa kristnir ofsótt gyðingar kristna, og það hafa verið svona, já, gyðingar enn þann dag í dag að þeir hafa ekki tekið við Messíasi, þeir bíða enn eftir honum. Að vísu eru sumir sem hafa tekið við honum, en það er annað mál. En hér segir, við þurfum að ganga inn í Guðs ríki gegnum margar þrengingar. Og þetta var það sem frumkirkjan þurfti að gera. Nú, að vera með í Guðs ríki, mér langar aðeins að líta á hvernig frumkirkjan í raun og veru byrjaði, og það er ákveðin grunnur fyrir okkur á Íslandi sem erum fædd kristinn og segjum að já, ég er skírður, ég er femtur, og Þorgeir ljósvetningagoði, hann reddaði þessu fyrir mig, hann lýsti því yfir að allir sem fæddust á þessu landi yrðu kristnir héðan í frá, þannig að ég er bara kristinn. Þetta er svolítið svona röng hugmynd, vegna þess að þú getur ekki verið kristinn nema að þú ákveðir það sjálfur. Að vera kristinn er að fylgja Jesú Kristi. Það getur enginn ákveðið það fyrir mig, ég verð að ákveða það sjálfur. Þegar ég giftist konu minni, þá var það ekki ákveðið fyrir mig, að vísu reyndi gamli pastorinn í Fíladelfíu svona að benda mér á þessa eða hina og sagði, Kristinn, þessi geti verið ágætt fyrir þig, en ég valdi mína að lokum sjálfur.
og hún hefur reynst mér mjög vel. og ég held að það sé best að við ákveðum sjálf hvernig við ætlum að gifta okkur og hvort við ætlum að fylgja Jesú Kristi eða ekki. Og það er málið. En í postulasögunni, það hefur verið lifandi fyrir mér að frá 41. versi, þá segir, þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skírðir. Þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana, samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Og það kemur hérna, þeir ræktu trúlega. Og hér kemur munurinn á því að vera kristinn þá eða kristinn í dag. Í dag er ég skírður og kannski femdur inn í hérna lútersku kirkju og þegar ég búið að ferma mig, svakalega þetta er gott. Nú er allt búið, nú getið tekið á móti gjöfunum, nú þarf ég aldrei að hugsa Jesú meira. En það var ekki þannig með þá. Þeir voru skírðir inn í kirkju Jesú Krist og eftir að þeir voru skírðir eða femdir, þar að segja, fermingin í dag að fyrir þá sem ekki kannski, það eru tvær kenningar, barnaskírn og ferming eða bara niðurdýfingaskírn. Og niðurdýfingaskírnin, hún er í rauninni staðfesting á þeirri ákvörðun sem ég hef tekið að fylgja Jesú Kristi. Ég fer niður í vatnið, segi Drottinn, ég ætla að grafa minn gamla mann, ég rís upp aftur og segi Drottinn, ég er upprisinn til að lifa nýju lífi með Kristi. Þannig að við sjáum hérna að þeir byrjuðu nýtt líf og nú byrjuðu þeir inn í Guðs ríkinu. Þeir byrjuðu í öðrum heim. Þegar ég frelsaðist, ég fór aldrei í kirkju áður en ég frelsaðist. Ég las aldrei Biblíuna áður en ég frelsaðist. Ég sagði, mamma, þetta er leiðinlegt. Mamma sagði, Kristinn, þú þarf bara að frelsast. Og mamma, það er svo leiðinlegt. Þið eru alltaf að tala Guð og allt þetta. Mér fannst þetta bara leiðinlegt. En svo var það að það gerðist eitthvað innra með mér. Ég fór í gegnum erfiðan tíma og allt í hennu byrjaði Guð að draga mig. Og ég upplifði það að mér langaði að nálgast Guð. Og ég tók á móti Jesú Kristi. Og ég kom inn í Guðs ríkið. Og ég elti upp í hverja einustu kristilegu samkomu sem ég gat nokkuð tíma fundið. Ég var á togara og ég las Biblíuna, Nýja testamenti mitt spjaldana á milli á frívaktinni. Og meira segja hafði það með mér í vélarúm. Mér fannst svo spennandi. Ég sem hafði lesið Reyfaran og og svo þessi blöð, gömlu blöð, sem ég veit ekki hvað það er í dag. Áður, nú fór ég með Nýja testamentið. Og ég var komin bara á annan stað í lífinu. Ég var komin inn í Guðs ríkið. Ég hafði verið í öðru ríki áður, nú er ég komin inn í Guðs ríkið. Og það var svo gaman að lifa. Ég hitti gamla drykkjufélaga minn og ég sagði, nú er ég frelsaður. Hann sagði, nei, nú ertu alveg glataður. Ég las fyrir hann úr Nýja testamentinu. Þú bara skilur þetta ekki. Að fyrir þá sem ekki skilja þetta, þá er þetta heimska, las ég fyrir hann. Og hann sagði, svo sagði við hann, jæja, heyrðu, nú er ég að fara á bænastund, keyrðu mig. Og hann droppaði mér af. Og ég var komin bara á annan stað. Ég fann að hann var í öðru ríki og ég var í öðru ríki. Ég var komin inn í Guðs ríki. Og það var svo gaman. Allt sem ég hafði haldið að væri svo leiðilegt, nú var það bara gaman. Og vitið það, 8 árum síðar þá var það ennþá gaman. Það er ennþá spennandi að fylgja Jesú Kristi. Amen. En það sem ég langar að segja ykkur hérna að lesa, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana. Að þeir ræktu trúlega, sem sagt, störfin í þessu nýja ríki og grunnurinn var að koma inn í ríkið og læra reglur ríkisins og sumir segja, já, þarna kom það eru boð og bönn. Nei, það er ekki lögmál, það er lögmál lífsins anda. Þegar þú eignast barn, þá kennur því góða siði. Þú kennir því hvað er gott og kennir því hvað er rétt. Og meira segja meðan barnið er pínu lítið, þá setur það gjarnan inn í svona girðingu. Er það af því að þú ert vondur og vilt bara hafa barnið þitt í fangilsi? Nei, það er af því að þú ætlar að fara að hræra í pottunum og þú vilt vernda barnið. Þú setur því ákveðin mörk. Jesús Kristur, hann setur okkur ákveðin mörk. Eitt af mörkunum sem hann hefur sett er til dæmis hjónaband. Og þessi mörk eru mjög fyrirlítin í dag. Fólk segir, nei, hvaða hálfviti ert þú að segja að kynlíf utan hjónabands er synd?
Ég sagði það ekki, Guð sagði það. Þannig að Guð, og hugsið ykkur ef að fólk myndi bara vilja virða, Guð hefur samt gert það þannig, hann leyfir okkur að velja. Þú getur valið. Margir hafa valið aðra leið og margir hafa þurft að upplifa alls konar kynnsjúkdóma. Og ég var að hlusta á bara einn morgun daginn að það var verið að tala um einhvern kynfræðing og það voru svo margir kynnsjúkdóma til að ég bara man ekki öll nöfnin á þeim og allt unga fólki okkar að það er á kafi í þessum kynnsjúkdómum. Og svo var hún að segja, það getur verið pirrandi að fara út í hátíð og vera með einhver útbrot og já. Ég skil ekki hugsunarhátt þessa fólks og það skilur ekki minn. Af því ég í öðru ríki og það í þessu ríki og ég í þessu ríki. Guð, hann hefur gefið mér sín mörk og mér finnst þau góð. Og þess vegna vil ég að Guðs ríkið komi. En Guðs ríkið, það kemur bara til þeirra sem taka við því. Það kemur ekki með sverði, það kemur ekki með ofbeldi, það kemur til þeirra sem taka við því. En sjáu þið, þeir ræktu trúlega uppfræðslu, postulana, samfélagið, sumir segja, ég fer í kirkju á páskum, jólum, bla bla bla. Þeir ræktu á hverjum degi samfélagið af því að þetta var fjölskylda þeirra. Þeir elskuðu að koma saman. Þeir ræktu trúlega og orðið samfélagi koinonia. Við tölum líkama. Koinonia þýðir að vera múraður saman. Það er svona eins og múrsteinsbygging og þú ert einn steinn, svo kemur næsti steinn og það er sement á milli. Þeir eru festir saman. Það er koinonia, samfélagið, það var svo náið. Þeir ræktu trúlega samfélagið, brotning brauðsins, ég skrifaði hérna, það gerir Krist raunverulegan. Þú tekur brauðið og Biblían segir það er eitt brauð og þess vegna erum við hinni mörgu eitt líkami. Brauðið er brotið. Og alltaf þegar við tökum brauðið þá minnumst við þess að Jesús Kristur, hann dó fyrir mínar syndir, hann reis upp vegna mín og hann bar mínar syndir. Og þetta gerðu þeir trúfastlega. Bænirnar, þeir báðu stöðulega komi ríkið þitt verði viljið þinn. Og þeir voru svo heitir í bæninni að þeir glemdu sér. Þeir voru svo heitir í bæninni, segir postulasagan, að staðurinn þar sem þeir voru á, hann hristist og hann skalf. Og þetta gerðu þeir stöðuglega. Og vitið það, allar trúarvakningar, við erum að tala um að ríki hans komi, þær hafa byrjað þannig að fólk byrjar að biðja og það heldur áfram að biðja, svo gerist eitthvað í andaheiminum og fólk byrjar bara að safna saman af því að Guð er að vitja. Alveg eins og Ísraelsmenn báðu og Guð kom niður. Trúarvakning þýðir það, Guð kemur niður og byrjar að hræra í fólki. Og það er það sem við þurfum á Íslandi í dag. Við þurfum Guðs ríki, við þörfnumst hans vitjunar. Amen. Og þessi það má segja, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana, samfélagið, brotning brauðsins, bænirnar. Þetta er eins og grunnurinn og þetta er eins og eldsneytið fyrir hverja kirkju. Það er svo sorglegt að sjá kirkju þar sem er einn prestur, klæddur í hempu, og það er ekki rangt við það. En bara einn prestur snýr baki í líðinn og það er þessi gamla mynd af kaþólska prestinum og hann biður svona til Guðs fyrir fólkið. Það er ekki Guðs mynd. Kirkjan er líkami þar sem allir eru virkir. Þar sem líkaminn er samantengdur, sér hver taug inn í sína þjónustu af hendi og þá vex líkaminn og verður heilbrigður og hann byggist upp í kærleika. Það er svo spennandi þegar kirkja Jesú Krist verður lifandi. Það er ekkert sem er meira spennandi þegar tákn og undur gerast. Halleluja. Og ég var að hugsa í framhaldi af þessu, hefur einhvern tímann hugsað, vildi að þjóðfélagi væri öðruvísi, meira réttlæti, minna ranglæti. Það eru margir kristnir sem að sitja heima og
bara yfir kaffiballa og röfla yfir því hvað ríkisstjórnin sé ömurleg og hvað þetta sé ömurlegt og hitt sé leiðinlegt. Ég segi frekar, viltu vera með í Guðs ríki? Biðjum fyrir stjórninni, biðjum fyrir því sem við viljum sjá breytast. Förum út og segjum öðrum frá Jesú, fáum aðra inn í Guðs ríki. Ekki taka þátt í neikvæðni hins ríkisins. Verum með í því að breiða út góðu fréttirnar. Þannig getum við í raun og veru, Biblían talar ríki þar sem réttlæti býr. Og það það ríki sem býður okkar á himnum eða á jörðu, á hinum nýja eða hinni nýju jörð. Guðs ríkið, það einmynd af Guðs ríkinu hérna í postulasögunni, að Pétur hann gengur út úr Guðs ríkinu og hann sér mann sem lamaður og þessi maður að betla og Pétur segir hann, gull og silfur á ég ekki, en ég kem frá Guðs ríkinu og það sem ég hef, það gef ég þér frá Guðs ríkinu, stattu upp og gakk. Halleluja. Hann stóð upp og hann gekk og hann var heilbrigður frá þeirri stundu. Ég var að horfa og hef verið að horfa sem sagt, á mann núna undanfarið á YouTube og hann hefur verið að gera það sama og Pétur hefur gert. Hann trúir því að hann sé erindreki Guðs ríkisins og það blessaði mig svo að sjá hann fara inn á krá í Englandi þar sem hann fullt af fólki og þið vitið að það ekki kannski svona, þegar við erum svona kristina og við förum þarna allir að bölva og ragna og þá er svona, já, ég elska Jesú, já, við skulum ekki hafa hátt, það geta heyrt að ég er að tala Jesú. Nei, hann kom þarna inn með valdi og hann byrjaði að tala við mann og hann let hann setjast í stól og hann let hann rétta fram fæturnar og hann gerði á honum tákn. Hann let annan fótinn lengjast, hann let hinn fótinn lengjast og hann let hinn fótinn bakka tilbaka og hinn fótinn bakka tilbaka. Og ég var að hugsa með mér að horfa á þetta, hvaða fíflagangur nú þetta? Ég meina, til hvers þarf að vera að bakka fram og tilbaka? En þá myndi ég allt í einu eftir orðinu sem segir að þeir munu gera tákn og undur. Og ég hugsaði með mér, þetta kannski ekki bara lækning, þetta tákn og þetta undur. Og allir, þetta var stór pub í Englandi og fólk fór að safnast þarna saman og hann var að tala Jesú. Hann fekk alla athyglina. Guðs ríki var komið inn á þessa krá og maðurinn, hann var svo hissa og hann var svo undrandi og þú skal séð mannin hvernig andi Guðs kom yfir hann. Þetta var eldri maður og greinilega hafði búið meiri hluta ævinnar rækt svona pubbalíf. Og allt í einu byrjar hann bara, ég sá svipbreytinguna og hann sagði, já, það eitthvað bara sem umvefur mig. Og hinn bara segir mér, viltu taka á móti Jesú? Hann sagði, já, ég vil taka á móti Jesú, ég vil gefa honum líf mitt. Þarna mitt inn á kránni, þar sem allir voru með sinn bjór, sigarettur og sitt orðbragð og hvað það var, að þá kom þessi maður með Guðs ríkið inn á þennan stað og leiddi einn til trúar. Og það það sem Guðs ríkið snýst elsku vinir, að við höfum djörfung og við höfum kraft til að fara út með orðið, fara út með Guðs ríkið og segja öðrum frá. Og svo við komum aftur á upphafsritningunni, að þá ég svo gladur að ég ekki einn, ég á fjölskyldu. Og að margt sem við getum ekki gert einn. Og til dæmis, ég hugsa þetta glas hérna, ef ég ætla bara að nota einn fingur til að lyfta því, vill einhver prófa? Ég get ekki lyft því með einum fingri. Ég veit ekki hvort einhver vill reyna. Ég get kannski lyft því með tveimur, já. Svona, ef það væri þungt þá væri það erfiðara, en það langt þægilegast að lyfta því með allri hendinni. Og það svo margt sem að við getum ekki gert ein og þess vegna segir Biblían að við erum líkami. Og þegar þessi maður fór þarna með Guðsríkiðinn á krána, þá voru 3-4 með honum. Þeir voru að læra á honum og þeir voru bara með honum til að vera styrkur fyrir hann af því að þeir voru líkami. En hann í raun og veru talaði og hafði orð fyrir þeim. Þannig það ekki alltaf, ef við gerum eitthvað svona, þá það ekki endilega þú sem þarft að vera í forsvari, en það þarf alltaf einhvern leiðtoga sem fer fyrir.
en við getum tekið þátt. Og ég var að hugsa Pál þegar hann að tala í fyrra Korinthubréfi 9. kafla, þegar hann að tala íþróttamannin og hann segist bara berjast eins og hnefaleika maður sem engin vindhögg slær. Og þá hugsaði, hvað keppnisandinn í kirkju Jesú Krists í dag? Hvað keppnisandinn? Já, ég vil sjá Guðs ríkið. Hvað þessi bara reiði yfir öllu þessu sem að gerast, að sjá kannski hálfa helmingin af úlingunum okkar í eiturlyfjum og í kynnsjúkdómum og sjá þessa blessaða eða óblessuðu göngu þar sem öll snúið við og fólk að segja, ég veit ekki af hvaða kyni ég einu sinni. Mér finnst það bara ömurlegt. Hvað þetta ganga langt í ruglinu og vitleysinu? Þurfum við ekki Guðs ríki? Þurfum við ekki að heyra sannleikann? Og ég ekki að tala að ergja fólk, ég að tala að elska fólk. Fólk þarf að fá að heyra hvað rétt og hvað rangt og hvað satt og hvað rétt. Amen. Og það eitthvað sem þarf að vakna hjá Guðs fólki. Og sumir segja, æ, Kristinn, ég búinn að biðja öll árin hérna og við erum búin að biðja vakningu og það hefur ekkert gerst. Guð hefur gert margt í gegnum árin. Guð hefur snert við mörgu fólki í gegnum þessa kirkju í gegnum árin. Og Guð þakklátur og hann blessaði fyrir það, en það ennþá líf framundan. Það ekkert ömurlegra. Ég hitti gamlan alþingismann á leiðinni heim frá Holland og síðast þegar ég kom, Árni Gunnarsson, það ekkert leyndarmál. Hann hafði verið þar að spila golf með einhverju fólki, niður á eyju þarna fyrir neðan, og hann var að tala við okkur og hann sagði, þetta fólk, það hópur af fólki þarna, það spilar golf þarna og hangir þarna allt árið, það vaknar, fer út á golfvöll, étur, fer svo að sofa og augun í því eru dauð, það eins og hafa ekkert að lifa fyrir. Það bara hangir og leikur sér. Og hann sagði, ég geti bara ekki hugsað mér svona líf. Og málið það að þetta líf að bara vilja slaka á og vilja bara gera ekki neitt, að það ömurlegt líf. Drottinn hefur kallað okkur til að berjast trúarinnar góðu baráttu og það alltaf gaman að vinna sigur þó það kosti þrengingar. Þó það sé erfitt, að þá alltaf gaman að vinna sigur. Og það var ekkert, mér var svo gaman að sjá hana dóttur mín að taka á móti Jesú daginn, að hún var gjörsamlega búin að týna öllu, vonlaus, sjálfsmorðshugsanir, tekur á móti Jesú, allt breyttist, allt breytt síðan. Og að sjá þetta gerast, fólk með sjálfsmorðshugsanir, tekur á móti Jesú Kristi, það eignast nýtt líf, nýja von. Það ekki líf, það fær nýja von. Líf geta hjálpað en þau gefa ekki von. Og ég ekki á móti lífjum. Ég hef skrifað hérna, við þurfum að halda áfram, það önnur kynslóð að rísa sem þarf að heyra Guðs ríki. Og hvernig get ég verið með? Jú, fyrsta lagi, biðja, vera tengdur, hvar sem þú ert. Hvað að vera tengdur? Það að vera í bæninni á hverjum degi. Þú biður áður en dagurinn byrjar. Eins og hann sagði predikarinn á Kotmóti, hann byrjar hvern dag á því að biðja. Hann gerir ekkert fyrir hann búin að biðja og lesa í Guðs orði. Og þá hann tengdur. Þú rækir samfélagið, þú hjálpar til með þeim krafti sem Guð hefur gefið þér. Og Óðinn talaði að við byrjuðum árið með því að bæn Jabesar. Og ég bið bæn Jabesar ennþá, hér bil á hverjum degi. Og ég skrifaði hérna niður að við getum bæn, auktu við land mitt í bæninni, auktu við land mitt í djörfunginni, auktu við land mitt í vitnisburði mínum, þar sem ég í kærleika, sjálfstjórn, gleði, friði, gæsku, góðvild. Hver getur ekki tekið við meiru af þessu? Hver getur ekki tekið við meira bænalífi, meiri djörfung, meiri kærleika, verið duglegir að vitna Jesú? Við getum það öll.
Þannig bæn mín bara, elsku systkini, auktu við land mitt. Og hvað svo sem þú ert eða ég á líkamanum, hvaða taug sem við erum, að ef að við bara innum okkar þjónustu, ef að við erum með þessu hugafari, ég vil að Guðs ríki nái framgang, ég vil að Guðs ríki fái framgang og ég vil gera mitt, þá byrjar eitthvað að gerast, systkini, það byrjar að gerast. Og hann sagði frá því hann Stefán Kristjansen, sem var ræðumaðurinn okkar á fótmóti, að þau hafa ákveðið næstu 5 árin að biðja stöðulega fyrir unglingunum í Noregi. Biðja fyrir unga fólkinu. Og þau eru með bænastundir í kirkjunni á hverjum morgni, eða 6 daga vikunar, 6:30. Og hann var að segja að margar kirkjur eru hættar að biðja. En við getum aukið við land okkar í bæninni, við getum aukið við land okkar í trúboðinu, við getum aukið við land okkar í djörfung, við getum aukið við land okkar í góðvild, gæsku og bara samfélagi okkar við Jesúm Krist. Þannig erum við þáttakendur í Guðs ríki. Það snýst ekki um boð og bönn, þetta snýst samt um það að ég ræki grundvöll. Ég held áfram að vera með í því sem Guð að gera. Og sumum finnst ægileg kvöð að mæta einu sinni í kirkju í viku. Þeir komu saman í postulasögunni daglega. Málið það, samfélagið styrkur. Samfélagið styrkur og þegar við rækjum samfélagið, þá höfum við meiri djörfung til að vitna, þá höfum við meiri löngun til að biðja, af því að við hittum aðra kristna, heyrum hvað Guð að gera í þeirra lífi og það spennandi að vera með. Þannig að viltu vera með í Guðs ríki. Og hvernig var textinn? Lifðu í Jesú með trú. Lifðu í Jesú með trú. Þetta var lag sem ég fann, gamalt lag, og ég breytti textanum í því. Fyrir þessa samkomu þennan mánuð. En systkini, getum við risið á fætur og bara enda með bæn.